Þá ætla ég að svara spurningum haustlöfið. Og ætli sé ekki bara einfaldast að sýna hvernig gott að byrja. Þið með gjarnan reikna þetta í MATLAB ef þið treystið ykkur. En við skoðum bara 1, 2, 3. Allt í lagi, punkturinn 1, 3. Þannig hérna, tökum þennan og þennan. Byrjum bara á að reikna út flatarmálið hérna. Þennan, hitti og þennan. Hvaða punktar þetta? Það er 1,-3, hér, 5,-4 og 4,-3. Skoðum þá. 1,-3, 5-4, tökum kross á þessa, 4 og -3. Þess að x-niti hérna vinstra megin og y-niti hérna. Ég ætla bara að láta nægja að skoða þessa hérna 2. Þessi hérna er þessi kross og þessi litli hér. Að þetta vera þessi kross. Það er kannski gaman að reyna að giska á svarið áður en við notum naglaformúluna. Hérna er lítill og liður. Taka það frá, bara ég ætla að reikna hvort er allt þetta flatarmál. Segjum við kynnum engar naglaformúlu. Og ættum bara að reikna út þennan. Það er hvað er flatarmál þessa? Við höfum nú gert svona æfingar. Skiptum þessu upp í þríhyrning og svo segjum við bara grunnlína, við ætlum að reikna flatarmál. Við reiknum flatarmál þessa. Þá svo svona æfingu við megum bara taka hæðina hingað. Það er alveg sama flatarmálið, miklu auðveldara. Þannig að þetta er 3 sem eru 9, þannig að flatarmálið er 9 aðrir þríhyrningur. Og hér höfum við líka, við tökum þennan. Það er flatarmál þessa þríhyrnings. Þá erum við líka búin að æfa okkur í þessu bara í bókinni. Grunnlína sinnum hæð. Alveg saman hvað er ferðist með þennan punkt. Þannig að það taka þetta bara hér. Hæðina hér. Tökum þennan hér. Og þetta er 3 sinnum 1 deilt með 2. 3 aðrir. Það eru 12 aðrir. Þetta er 6. Þessi brúni hérna. Þetta eru 2 þríhyrningar. Flatarmálið 6. Allt í lagi. Við getum alveg gert þetta svona. En skulum nota naglaformúluna. Þannig að skrifa ég bara niður hornpunktana og af því að ég enda ekki og byrja ekki á sama punkti, ég þarf að loka, þá er undirskilið að þetta séu stöðuvírar. Stærðfræði veit ekki betur. Tökum þennan, mínus þennan og svo þennan mínus þennan. Þá fáum við hvað? 1 sinni -4, 1 sinni -4, það er -4. Mínus í formúlu, 5 sinnum -3, 5 sinnum -3, það er skrifa bara hérna plus 15. Svo tökum við plusinn, 5 sinnum -3, minus 15, mínus í formúlu og hér höfum við minus 16. Þetta verður sérst minus 16, þetta verður plus 16. Og 16, setjum bara hérna verkið hérna fyrir aftan. Þetta eru 11, 16 og þetta er 1. Og 11 plus 1 eru 12 og þá segir naglaformúlan K hleypur frá 1, þetta voru 2 þríhyrningar. Það kalla það eitthvað. R, K, kross, R, K plus 1 og svo hálfur í formúlunni. Þannig ég fæ hérna 12 og sinnum hálfur. Það passar. Bara, þetta er ágætis dæmi. Það er til þess að festa svolítið einhvern kollinum, hvernig hún gengur fyrir sig. Maður sendir út svona litla þríhyrninga. Reikna þá. Það sem að hún gerir, hún fer hér og reiknar þetta flatarmál, fer hérna niður aftur. Svo fer hún upp í næst og eyðir þessu striki og svo fer hún hingað og reiknar flatarmál. Svo fer hún aftur upp í þennan og eyðir þar með þessu áttaflatarmáli
fer hingað. Strókar hann yfir það. Þess vegna reiknar hún fletina rétt. Svona. Af því að flatarmáli er 8. Svona. Safna þessum upplýsingum öllum. Svona. Þetta og svo þetta allt saman. Og ef við lokum ekki, þá heldur við byrjum í 0. En ef við lokum, þá gátum við að byrja hvað sem er. Þá er henni alveg sama formúlunni hvar viðmiðunarpunkturinn er.